Hæ, í þessum myndbandi ætlum við að tala um bókamerki. Vissuð þið að það er til meira en 1 milljarður vefsíðna? Þegar það eru svona marga vefsíður til, hvernig auðveldum við okkur lífið með að heimsækja allar þessar slóðir? Til þess getum við notað það sem kallast bókamerki. Bókamerki er einfaldlega listi yfir vefsíður sem ég vil geta nálgast með einföldum hætti. Ef ég ýti á stjörnuna uppi hægra megin, fæ ég lista yfir öll bókamerkin sem ég er búinn að búa til. Til þess að bæta við vefsíðu bókamerki mín, þá einfaldlega heimsæki ég vefsíðuna, ýti á gulu stjörnuna uppi í vinstra horninu og þá er vefsíðan komin í bókamerki mín. Þannig að núna ef ég vil heimsækja þessa vefsíðu, þá þarf ég ekki að stimpla slóðina, ég einfaldlega ýti á gulu stjörnuna, ýti á vefsíðuna sem ég vil heimsækja og nú er ég komin á síðuna án þess að hafa þurft að stimpla inn slóðina. Við getum líka flokkað bókamerkin okkar niður í mismunandi möppur til þess að hafa meira skipulag. Ef ég opna bókamerkjalista minn, ýti á stjörnuna 3 uppi í hægra horninu og vel búa til möppu, þá get ég búið til möppu eins og til dæmis fréttamiðlar. Og núna ef ég fer aftur upp í stjörnurnar og vel breyta, að þá get ég valið vefsíður, valið að færa þær í einhverju möppu sem ég bjó til og núna eru þessar síður komnar undir eina möppu. Ef við heimsækjum vefsíða svo oft að við viljum komast enn auðveldara í hana, þá getum við sett hana beint á heimaskjáin okkar. Til þess að gera það, þá ýtum við á valmyndinu upp til hægri, veljum bæta síðu við, veljum heimaskjár, gefum síðunni eitthvað nafn og veljum bæta við. Ef við höldum síðan puttanum yfir táknið sem birtist, þá getum við dregið til og sett nákvæmlega á þann stað sem við viljum á heimaskjánum. Og núna, ef ég fer á heimaskjáin minn og heimsæki vefsíðuna beint, þá opnast stafurinn án þess að ég þurfi að stimpla neitt inn eða fara í bókamerki mín. Þannig að svona getum við einfalda okkur lífið með að heimsækja vefsíður og muna hvaða vefsíður við viljum heimsækja.